Góða kvöldi og velkomin í þáttinn Sósíalísk stjórnarandstaða. Gestur þáttarins María Pétursdóttir, myndlistakona, aðgerðarsinni og baráttukona réttindi fatlaðs fólks. Í þættinum munum við fara yfir samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólk sem að ríkisstjórnin hyggst leggja fyrir sem frumvarp til laga þennan samning í mars. Þannig að þetta ekki góðu tímar? Jú, þetta bara auðvitað og löngu orðið tímabært. Ég held að sé bara einhver fjögur ríki sem að eftir að innleiða eða eitthvað svo leys og við erum að meðal þeirra en þetta er búið að vera ferli fyrst í upphafi að þá var samningurinn bara undirritaður. Já. Og með undirritun að þá gefur ríki til kynna áform sitt að skuldbinda sig til þess að vinna þetta áfram og vinna samkvæmt samningnum. Svo kemur eitthvað sem heitir fullgilding. Já. Og þar með fullgildingu hefur Ísland þá skuldbundið sig gagnvart öðrum aðildarríkjum til þess að uppfylla þær skyldur og tryggja þau réttindi sem kveður á í samningnum. Og þá þarf í rauninni oft að breyta lögum og eitthvað svo leiðis. Þannig að fullgildingin í rauninni bara að segjast alltaf að gera þetta líka. Svo kemur fullgildur 2016. Já. Svo kemur lögfestingin. Já. Og með lögfestingu samningsins þá textinn hans í heild sinni settur í lög og einstaklingu þar með gert kleift að byggja á ákvæðum samningsins fyrir innlendu dómstólum. Já. Og svo innleiðingin og með innleiðingunni þá eru réttindi og skyldur samkvæmt samningnum gerð virk í landsrétti. Og hversu ekki, svo innleiðingin getur átt sér stað með lagasetningu eða öðrum úrræðum sem duga til að tryggja framkvæmd samningsins. Já. Og svo kemur svona valfrjálsbókun eins og fylgir yfirleitt öllum þessum samningum. Það eru svona viðaukar í samningnum sem að við getum samþykkt eða ekki, gert staðilar að eða ekki. Já. Og það getur verið til dæmis eins og ég veit að í samning, svona mannréttindasamning húsnæðismál og eitthvað svoleiðis, þá hafa ríki kannski sem hafa skrifað upp á viðauka, þá eru þau í rauninni kannski búin að skuldbinda sig til þess að jafnvel greiða fólki skaðabætur eða er ekki að fá eða er ekki verið að uppfylla samningin. Þannig hefur til dæmis ég held að minnir að vera á Spáni frekar en Ítalíu að fólk, var á Spáni þar sem fólk sem var búið að vera án húsnæðis og var ekki að fá félagslegt húsnæði að það átti bara bótarétt. Þannig að þá ríkið búið bara, tryggja fullkomna velferð, En er einhverja líkur á því að Ísland vinni samþykki þessa viðauka? Ég veit ekki alveg, ég hef ekki alveg kynnt mér hverjir eru viðaukarnir í þessu, það fer kannski svolítið eftir hverjir þeir eru, hvernig. Já. En ég er ekkert eitthvað allt og vonkóða, en ég er ekki hvorki lögfræðingur né alveg sérfróði í þessu, Nei. En núna það sem búið að vera svo vinna sem hefur farið í hönd á síðasta ári, hún gekk út af það að skoða samningin. Við vorum bæði fólk á skrifstofu stjórnum Öryrkjabandalagsins og fólk úr Geðhjálp og Þroskahjálp og svona ýmsum samtökum tóku þátt í því með fólki úr ráðuneytum og Sambandi íslenskra sveitarfélaga að það voru búin til svona vinnuhópar þar sem að hver hópur fekk kannski 1 eða 2 greinar í samningnum. Þetta eru alveg svona 50 greinar og það var að gera svokölluð SWOT-greining á hverju atriði fyrir sig og þá ertu svona að fjalla kosti og galla og allavega einhverja hluti. Já. Og svo var gerð í rauninni greining í framhaldinu, greining á því hvað þarf að gera inn í kerfinu til þess að hægt sé að standa við þetta atriði. Já. Og það þarf að breyta lögum þetta og hitt og það þarf að breyta reglugerðum kannski inn í Sambandi íslenskra sveitarfélaga
og þú veist að það er kannski þurfa alls konar hlutir að gerast áður en að hægt að leggja þetta fyrir þingið og gera þetta lögum. Já, og ég mitt skilgreinu hvað réttindi, hvað skildur og allt þetta. Já, það er kannski ekki beint þannig en svona, auðvitað, lesa út úr greinunum hvað það sem að verið að fjalla um. Já. Og verið að biðja og er þetta til staðar, stundum var það bara alveg augljóst, já við erum með svona kerfi, við erum með MPA-þjónustu, við erum með þetta og við erum með hitt, en hvað þarf að bæta, þarf að bæta einhverju við til þess að þetta atriði verið fullgilt og annað, þannig að já. Það er svona, það eru svona hlutir, sko, til dæmis bara svona í fljótubræði dettur mér í huga að, það mun þurfa að líka, það er eitt að breyta lögum og svo er annað að breyta sko í praxis, þannig að einstaklingur geti síðan ekki bara farið og kært einhverja stofnun fyrir að virkja standa sig, eins og til dæmis Háskóli Íslands sem er ekki kannski með allar stofur eða það er ekki það hafa verið vandkvæði fyrir fatlað fólk að vera í námi í Háskóla Íslands, það hefur sagt sig úr námi að því að aðgengið er ekki nógu gott eða aðstæðan eða þjónustan á einhvern hátt er ekki að virka fyrir þeirra fatlun. Þannig að já, það þarf ýmislegt að skoða í kerfunum og svo er svo er bara líka, verið að taka á alls konar málum líka sem að þetta miðar ekki heldur allt að Íslandi, það miðar líka náttúrulega bara þróunarlöndum og þannig að það eru svona ákvæði eins og hreint vatn og eitthvað svoleiðis. Og þar eru við náttúrulega í mjög góða málum. En þannig að þetta er mjög fjölbreytt ákvæði þarna inni og snýr að öllu mögulegu, þetta snýr að sjálfsákvörðunarrétti fólks, að fólk geti haft sitt að segja og hafi rödd, bara líka allt niður í fötlu börn, að þau geti tjáð sig um það sem að þau vilja eða finnst miður fara eða annað og á þau sé hlustað. Að fólk geti hafi aðgangað laga umhverfinu, réttarkerfinu, að fólk hafi svo bara að fólk hafi til jafns við aðra aðganga námi og húsnæði og það búi ekki við fátækt, það fái þá þjónustu sem það þarf, þessi búið að huga að öllum aðgengismálum. Ef að verið að fá enga fyrirtæki til þess að vinna einhver verk á vegum ríkisins að þá sé alltaf tekin, það sé alltaf fötlunargleraugun í rauninni notuð og alltaf tryggt að það sé ekkert í þessu sem að stangist á í réttindi fatlaðs fólks. Vinnumarkaðurinn er tekin, það er heilbrigðiskerfið er tekið fyrir, þannig að það er allt tekið fyrir. Þetta mun hafa rosalega mikil áhrif bara á stöðu fatlað fólks og til þess að tryggja að það sé komið til móts við þeirra þarfir það allavega mynda fyrir að í fyrsta lagi mun þetta bæta réttarstöðu fatlaðs fólks alveg gríðarlega. Þannig að ef ekki er verið að koma til móts við þarfirnar þá ættur að geta krafist þess í gegnum réttarkerfið að slíkt veri gert. En ég hef heyrt svona gagnrýni á það að eiga lögfesta þennan samning. Og þá er gagnrýni út frá því svolítið að það sé verið að veita fötluðu fólki meiri réttindi en öðrum sem að hvað segir þú slíkar fullyrðingar Því svo þín alltaf bara algjörlega bög þetta allt í þessu gengur út á það að fatlað fólk sé með bara réttin til jafns við aðra ekki eitthvað umfram aðra en til þess auðvitað að eiga rétt til jafns við aðra þá þarf náttúrulega ýmislegt að gera og koma til móts við fatlað fólk það segir sér bara sjálft þannig að
En þetta var náttúrulega þessi vinna fór á stað einmitt út af því að réttindi fatlar voru ekki tryggð. Einmitt. En þú veist, mér finnst þetta mjög merkileg gagnrýni. Það eitthvað svona, fólk áttar sig ekki á því hvaða stöðu fatla fólk í, sko, og þessi valda mismunum sem sko. Það áttar sig enga veginn á því. Nei. Og það áttar sig kannski ekki á því heldur að bara fatlaða konur bara sá hópur sem að bara hvað mest verður fyrir ofbeldi. Já. Þú veist, þetta en þú veist, mér dettur í hug líka bara öll önnur svona réttindabarátta og mannréttindabarátta. Af því það alltaf sagt, ég meina, þú veist, eins og bara feminisman, kvenréttindabarátta, þá byrja alltaf raddir sem sagt, að konur séu að krefjast meiri réttar heldur en karla og eitthvað svona. Já. Þannig að þetta alltaf bara mótstaða valdsins og mótstaða þeirra sem að hafa í rauninni kannski einhvers konar forréttindi á þess að gera sér endilega grein fyrir því. Og stundum þetta fólk sem að sko, þú veist, upplifir sig einmitt sko ekki búa við forréttindi. Já. Upplifir sig svona á einhvern hátt lægra sett eða að það hafi það ekki nógu gott. Já. Og þá að einhvers hópur sé að krefjast þess að hafa það jafn gott og aðrir, þá óttast þeir bara að þeir nái aldrei sínum jafnarétti á einhvern hátt, sko. Þannig að ég veit það ekki, ég held að þetta alltaf raddir og maður verður bara að ýta því frá sér. Já. Og ég held að skilu eftir einhver ára þá er allir búin að gleyma þessum röddum, held ég. Já, við skulum vona það. Ég ætla rétt að vona það. Svo erum við líka náttúrulega að sjá það bara, ég meina við sáum það í COVID. Já. Hvernig var byrjað að flokka fólk. Ég meina í Bandaríkjunum var verið að flokka sem sagt, og víðar flokka í rauninni þá sem að máttu koma að leggjast inn á spítala eða þá sem áttu að sinna strax út frá því hversu kannski veikir þeir voru fyrir eða hvort þeir voru með einhver fötlun fyrir eða veikindi fyrir. Já. Og þá var ég vel bara verið að dæma til dauða fatla fólk. Já, hugsa sér bara. Þetta bara á okkar tímum, við stöndum framfyrir og núna erum við að sjá bara vaxandi svona fasisma í heiminum. Þannig að við þurfum bara, þú veist, ég bara rosalega fegin að þessi samningur að fara í gegn núna að því sko við þurfum að huga að og bara hamra á svona mannréttindamálum núna. Ef við ætlum einhvern veginn að svona standa gegn þessum rísandi fasisma í heiminum. Já, algjörlega sko. Því ekki bara sko, það er ekki bara það að þú veist þetta er ekki komið nú þegar, heldur er það þannig líka að þú veist það sem að hefur áunnist bara í réttindabaráttu samkynhneigðra og réttindabaráttu kvenna og annað, þetta er og bara vinnumarkaðar eins líka sko, þetta var allt undir högg að sækja, verkalýðsfélög undir högg að sækja hreinlega sko. Já. Þannig að já, við þurfum bara virkilega að passa okkur. Já, við þurfum að venda á réttindi, því réttindi kom ekki til þetta er barátta sko. Einmitt. Þannig að já. Einmitt. En svona þetta er náttúrulega rosalega stór samningur og vel farið inn í greinilega og reynið að stoppa upp í göta sem er mjög greinilegt og en þetta snýr náttúrulega því að gera samfélag okkar hvernig á maður orða, fatlaða vænna eða vænna fyrir fatla fólk. Já, algjörlega, bara rétt og bara þannig að fatlaðir búi við bara sömu réttindi og aðrir. Já. Þannig að og það getur táknað svo margt, skilur eins og til dæmis bara að fatla fólk eigi rétt á hjálpatækjunum sem það þarf, það fái þau, þurfu ekki að standa í eilífu stappi kannski og fá synjanir og annað sem að ekki við rökastiðjast. Já, og svo líka bara bara allt hvað varðar, þú veist, þáttöku í samfélaginu. Já. Þú veist, að fá að eiga sína rödd, fá að taka þátt í stjórnmálum og fá að einhvern veginn, láta rödd sína einhvern veginn heyrast. Já. Þannig að fá að lifa með reisn. Það er svolítið svona algengt stef í þessum samningi líka. Já. Það er svona þessi mannlega reisn.
og það náttúrulega kannski þá líka sko verið að svona passa upp á bara svona siðferðileg gildi. Já. Þannig að en ég svona segi bara fyrir mína parta þá hlakka ég bara til að fara að lifa í heimi þar sem tekið tillit til fatlaðs fólks og að því það er náttúrulega samfélag sem gerur okkur meira fötluð. Það er náttúrulega þannig, já. Það er ekki bjóðandi, sko. Einmitt. Svo eins og þú komst inn á áðan, það eru svo margir sem að bara einhvern veginn átta sig ekkert á því oft hvað sko hvaða ræmi er í gangi eða hvar í rauninni fatlað fólk getur ekki bara það að einhver ætla að bjóða í partí, skilurðu. Já. Það bara er ekkert víst að sá fatlað á vinnustæðnum eða í vinnahópnum eða eitthvað komist. Nei, það fyrir algjörlega eftir hvar partíð er haldið. Já, það er haldið upp á 3. Það er á liftu og þú þarf bara að nota liftu. Ef þetta er einhver sem með þannig fötlun að hann get ekki gengið stiga eða eitthvað svoleiðis eða sé í hjólastól eða eitthvað svoleiðis, noti hjólastól, að þá ertu bara í vondum málum, sko. Þannig en fólk áttar sig ekki á því með þessu að þetta getur verið svo útilokandi. Já, einmitt. Það er ekki rampar, það er ekki, það er alls konar ójöfnunar í stéttinni á Laugaveginum sem maður þarf aldeilis að vara sig á og það er alls konar hlutir, bílastæði og bara. Akkurat. Þannig, já. En svona, hvað er það svona í samningnum sem að þú svona telur að muni kannski vera að því þetta 50 og eitthvað greinar, skilur við, kannski getum ekki farið yfir hverju einustu. Ég get alveg svona farið aðeins í greinina sem að til þess að ég var að vinna í með Öryrkjabandalaginu og ráðuneytisfólki og annað. Það var 28. greinin sem er viðunandi lífskjör og félagsleg vernd. Já. Og það eru 2 svona stærri atriði innan þeirra greinar. Það er aðildarríki viðurkenna rétt fatlaðs fólks og fjölskyldna þess til viðunandi lífskjara, þar á meðal viðunandi fæðis, klæðis og húsnæðis og sífellt batnandi lífsskilyrða og skulu gera viðeigandi ráðstafanir til að tryggja og stuðla því að þessi réttur verði að veruleika án mismununar á grundvelli fatlunar. Þarna er mjög athyglisvert að maður nýtur og sífellt batnandi lífskjara. Já. Þannig að lífsskilyrða. Þannig að það er ekki bara það að þú að njóta góðra lífsskilyrða núna bara, það þarf alltaf að vera að bæta þau í rauninni. Það er svona hugsunin. Já. Og tryggja að þau séu náttúrulega á sama basis og aðri búa við, svona megniða fólki. Og þarna í þessu ég ætla að halda hans áfram, svo kemur atriði 2. Aðildarríkin viðurkenna rétt fatlaðs fólks til félagslegra verndar og til þess að njóta réttar án mismununar á grundvelli fatlunar og skulu gera viðeigandi ráðstafanir til að tryggja og stuðla því að þessi réttur verða veruleika. Þar á meðal ráðstafanir, svo kemur A, til þess að tryggja fólki jafnan aðgang að hreinu vatni á við aðra og tryggja aðgang að viðeigandi þjónustu, búnaði og annarri aðstoð á viðráðanlegu verði vegna þarfa sem tengist fötlun. Þetta er náttúrulega kannski á frekar við einhver annur ríki heldur en okkar, þar sem að vatn, til dæmis hreint vatn, getur verið á skornu skammti eða þú þurfur að nálgast það, skilurðu á 2 jafnfljótum eitthvað eða skilurðu annað. En samt svona kemur þarna náttúrulega búnaði og annar aðstoð. Já, svo er það líka. Búnaður og annar aðstoð er þarna líka. Þurfar þá að fara að lækka verð á heyrnartækjum sem dæmi eða? Heyrnartækin getur komið inn í kaflanum skal ég segja hjálpatæki. Það er sérkafli hjálpatæki. Nú veit ég ekki hvernig það var útfært til dæmis. Því ég var ekki í þeim hópi. En það er mjög forvitnilegt að sjá hvað gerist, hvort eitthvað gerist í þeim málum. Já. Þannig svo kemur B til þess að tryggja fötluðu fólki, einkum fötluðum konum og stúlkum og fötluðu eldra fólki aðganga áætlunum á sviði félagslegra verndar og áætlun að draga úr fátækt.
Þannig að þarna verður í rauninni ríki að skuldbinda sig til þess að vera með einhvers konar áætlun í gangi til þess að draga úr fátækt. Já, nú einmitt fatlað fólk, öryrkjar, þetta fátæksti hópurinn á Íslandi. Það nefnilega málið, sko. Og þarna, mikið öldruðu fólki líka, og þarna sem sagt hefur í rauninni þurft að tryggja það að það væri sem sagt ríkisstjórnin væri með vinnu í gangi. Já. Það Alþingi, það væri einhver vinnuhópur í gangi til þess að sem sagt inni með það markmið að draga fátækt. Já. Svo sem sagt svo það hérna til þess að tryggja fötluðu fólki og fjölskyldum þess sem lifi í fátækt aðganga aðstoð frá hinu opinbera til þess að standa straum af útgjöldum vegna fötlunar, þar á meðal útgjöldum vegna viðeigandi þjálfunar, ráðgjafar, fjárhagslegrar aðstóðar og hvíldar umönnunar. Og svo D til þess að tryggja fötluðu fólki aðganga húsnæðiskerfi á vegum hins opinbera. Þetta nú svolítið merkilegt, sko. Já. Þetta nefnilega, og þetta kannski ýtir líka á bæði sveitafélögin og ríkið að það sé tryggt, að það sé nægilega mikið framboð af félagslegu húsnæði. Já. Þannig að við vonum að þeir step up og gera vel, sko. Það náttúrulega verður að vera og til dæmis eins og bara það verður líka þá að vera sko húsnæði sem að virkar fyrir þann fatlaða hóp. Já. Í hvert skipti, eins og til dæmis við vitum það að til dæmis að Reykjavíkurborg bara fyrir maður önnur sveitafélög hafa ekkert alveg verið að standa sér í stykkinu þegar kemur að húsnæði fyrir fatlað fólk. Og þeir hafa kannski sko verið að huga að sérstakri uppbyggingu og það hefur legið fyrir á teikniborðinu en svo hefur það ekki komið í framkvæmd síðust árin. Þannig að það er bara mjög slæm biðstaða í gangi þegar kemur á þessu. Borga fólki fyrir að flytja úr sveitafélögunni yfir til Reykjavíkur. Já, sem er samt ekkert skárra núna endilega vegna þess að sko vegna þess að þú kannski ert ekki að fá það húsnæðisúrræði sem að þú þarft. Nei, það er bara langt í frá, sko. Já. Og svo til þess að tryggja fötluðu fólki jafnan aðganga við aðra eftirlaunum og eftirlaunakerfum. Já, mér finnst þetta svolítið svona forvitnilegt eftirlaunakerfum, hvað eigum við það, ég skil ekki svona. Það er bara eins og við erum með eftirlaunakerfi hérna á Íslandi. Já. Þannig að þú, náttúrulega þegar þú verður 67 ára eða eitthvað svoleiðis, þá ferðu eftirlaun. Já. Og svo er það náttúrulega samt líka þarna, þú ferð á eitthvað eftirlaunakerfi, það er eitthvað kerfi í gangi, en að síður þá heldur þú áfram að vera fatlaður, þó sett komin á eftirlaun og þér ríkinu ber líka að tryggja þér viðunandi lífskjör, fæði, klæði og húsnæði og sífellt batnandi lífskiljaða, þannig að þeir þurfa líka að tryggja það að þú lendir ekki bara því að þú hefur ekki verið á vinnumarkaði að þá fáir svo lágan ellilífeyri að þú getur ekki lifað á honum, skilur það verður að koma í veg fyrir slíkt núna. Já, það nefnilega heyrir þennan ótta í fólki, þú veist, sem er að fara að nálgast eftirlaunaldurinn. Hvað verður okkur að því í rauninni ef þeir eru ekki með góða lífeyrissjóðna þá bara lækka þeir í tekjum og missa einmitt mörg réttindi sem að fatlað og öryrkjar hafa, sko. Þannig að þetta er eitthvað sem að núna líka, sko, ég bara núna býð ég til spennt að sjá hvað kemur meira út úr, sko, nýja örorku kerfinu í rauninni eða örorkulífeyriskerfinu og upp á þetta til dæmis, ég meina hvað gerist þegar þú verður 67 ára, ertu þá er þið þá bara svona skúpaði verið á ellilífeyri og missir öll eða ætlaðir að bæta, að því nú eru þeir búin að vera að tala um að bæta kerfið þannig að fólk lendi ekki í glöfum og eitthvað svo leis og eru búin að fókusera svolítið á endurhæfingarlífeyrinn og þegar þú ferð á milli kannski af endurhæfingu yfir á örorku við eitthvað svo leis. En þeir þurfa líka að huga, það þarf að huga þessu mjög vel líka
Já. Þannig að þegar að þú ferð yfir á ellilífeyri að þú missir ekki bara til dæmis bílastyrk eða eitthvað svoleiðis eins og hefur verið. Það þú hættir ekki að vera fatlaðar þó þú verður aldraðar, þú er bara aldraðar fatlaðar einstaklingur. Nákvæmlega. Og ég er svolítið forvitin líka bara, það var minnir að sko ég hef heyrt sögur af því að það hefði verið þannig hérna á árum áður að þegar þú varst 67 ára eða 65 ára eða eitthvað svoleiðis, man ekki hvaða aldur það var, að þá til dæmis mistur í húsnæði hjá Brynju eða eitthvað svoleiðis og þurftir að huga því að flytja eitthvað annað. Ég held að sé nú ekki þannig lengur. Nei, ég held rétt á hún ekki. Já, ég held ekki, en hérna ég held að fólk geti verið í því húsnæði meðan það er fatlað. Já. Og það hættir ekki að vera fatlað. Ég fekk nýjan fóta því ég er 67. Já. Óksan nóttina. Já, hann óksan nóttina. Þetta gerist ekki alveg svo leið, sko. Nei, þetta gerist nefnilega ekki alveg svo leið. Nei. Þannig að hérna, en það sama verður að gilda náttúrulega bara í kerfinu öllu, sko. Já, þarf að eiga rétt á hjálpatækjum og þjónustu og öllu á sama hátt, sko. En það við vitum að það hafi verið vankantar þarna á, sko. Já. Þannig að, já. En þetta svo alls konar náttúrulega í samningnum, bara þú þarft að geta tekið þátt í menningarlífi og eins og aðrir og hérna, þú þarft að geta þróa sköpunargáfuna þína eins og aðrir, ég meina það þarf að vera bara aðgengi að listnámi líka fyrir fatlaða og þú veist, þetta í rauninni, þetta tekur á einhvern veginn öllu. Þannig að hérna taka þátt í menningarlífi sem dæmi. Já. Ef að rétt muna hjá mér, þá var nú eitthvað Reykjavíkurborg að veita frían aðgang fyrir öryrkja inn í listasöfnin í Reykjavík, hvað það ekki, eitthvað svona menningakort eða? Já, það það var ekki eitthvað svoleiðis. Já, einmitt. En þá samt, sko, er það kannski ekki endilega nóg ef aðgengið er slæmt að staðnum, sko? Já, það verður að vera bæði til staðar. En það er nú yfirleitt, ég held að sé nú alveg ágætis aðgengi á flestum söfnum, það eru hérna annarkvort á einni hefði eða með lyftu, held ég, sko. En hérna svona þessum söfnum sem að ríki og borg reka. Já. En það er bara mjög stutt síðan til dæmis Listaháskólinn felldi niður skólagjöldin. Já. Og þá var það náttúrulega þannig að maður gæti bara sagt sér að það var erfiðara fyrir einhvern á kannski örorkubótum að reyna að vera í hlutanámi eða eitthvað svo leiðis. Já. Í þessum skóla, einhver með fötlun. Já. Það er bara mikið erfiðar að greiða einhver himinhá skólagjöld ef að þú ert á bara lúsa launum, sko. Já. Og getur ekki tekið einhverja svona akkorsvinnu sumarið, skilur til þess að vinna þér einn fyrir skólagjöldum. Þannig að Það nú, í Háskóla Íslands er nú ekki, það er ekki háskólagjöldar, en fyrir fólk á örorku er þetta hátt. Bara hver 10 skall svíður fyrir fólk á örorku, sko. Já. Þannig að skólagjöldin í háskólanum hafa verið eitthvað 75.000 eða eitthvað svo leiðis. 50.000 fyrir öryrkja. Já. En ef þú ert, ef þú farð þann afslátt, þá getur til þess að ekki dreift greiðslum. Nei, svo er það nefnilega, einmitt. Já. Og það er bara því að það er eitthvað kerfi sem að þeir nota sem að býður ekki upp á það. Já. Þannig að það er ekki eins og, þeir bera fyrir sig að það sé alveg vilji til staðar, en þeir hafi bara ekki kerfi sem bjóðu upp á það, sem er alveg náttúrulega. Það er ekki vilji til að fá nýtt kerfi. Það er ekki vilji til að nota eitthvað annað kerfi eða til að gera þetta manuált fyrir þá kannski fá einstaklingar sem þess þurfa. Ég meina 50.000 er bara svolítið mikill peningur til að setja út fyrir öryrkja. Já, ég meina þú ert bara að tala þarna ertu bara að tala kannski 30%, nei, 20% af kannski heildartekjunum þínu með eitthvað svolítið 25% hátt í það, eða, þú veist. En því sumir eru náttúrulega með bara, nei, ég segi það ekki, þú ert allavega að tala hátt í 20% af heildartekjum mánaðarins. Það munar mánaðarins. Heldur betur. Já. Það er svona, kannski mögulega mun þetta eiga við það
fá bara frítt inn í háskólan eða ekki, það náttúrulega bara fáránlegt að Háskóli Íslands sem að sé innheimta. Já, það allavega þarf þetta að vera þannig að sko það sé í sem sagt bara þetta sé viðunandi í samanburði við bara aðra. Já. Þannig að menntun, já, ég get farið yfir kaflaninu menntun aðeins. Það er sérst að aðildarríkin viðurkenni rétt fatlaðs fólks til menntunar í því skyni að þessi réttur verði að veruleika án mismununar og grundvelli jafnra tækifæra skulu aðildarríkin tryggja menntakerfi án aðgreiningar á öllum skólastöðum og við símenntun sem beinist að því að mannleg geta og tilfinning fyrir reisn og eigin veruleikum þroskist til fulls og að virðing fyrir mannréttindum, grundvallafrelsi og mannlegum margbreytileika vaxi. Að fatla fólk geti þroska til fulls persónuleika sinn, hæfileika og sköpunargáfu ásamt andlegri og líkamlegri getu. Að gera fötluðu fólki kleift að taka virkan þátt í frjálsu samfélagi. Og til þess að þessi réttur megi verða veruleika skulu aðildarríki tryggja að fatla fólk sé ekki útiloka frá almenna menntakerfinu á grundvelli fötlunar og að fötluð börn sé ekki útilokuð frá gjaldfrjálsu skyldunámi á grunnskólastigi eða námi á framhaldsskólastigi á grundvelli fötlunar. Og fatla fólk hafi aðgang til jafns við aðra að endurgjaldslausri grunn- og framhaldsskólamenntun án aðgreiningar sem uppfyllir almenna kröfur gæði í þeim samfélögum sem það býr. Að viðeigandi aðlögun sé veitt í samræmi við þarfir viðkomandi einstaklings. Og fatla fólk fái nauðsynlegan stuðning innan almenna menntakerfisins til þess að greiða fyrir árangursríkri menntun þess. Já, þetta heldur svona áfram. Já. Svo bara auðvelda fólki að læra táknmál, punktaletur, þú veist sem það þurfa. Já. Og þetta felur í sig til dæmis að það er þörf að ráða kennara, til dæmis fatlaða kennara líka. Já. Í menntakerfinu og já, þannig að þetta er svona aðildarríkin skuli tryggja fatlaða fólk af aðganga að almennu námi á háskólastigi, starfsþjálfun, fullorðinsfræðslu og símenntun án mismununar og til jafns við aðra. Sko ég held að það er til dæmis þannig núna að það er ekki alveg boðið upp á slíkt nám alveg til jafns við aðra. Nei. Eða hefur ekki verið alveg. Sko það hefur ekki verið mjög fjölbreytt nám sem hefur verið boðið upp á til dæmis fyrir fólk með þroskahömlun eða einhverfa eða eitthvað svoleiðis. Nei. Þannig að og það er oft einhvern veginn líka svona sett einhver skilyrði ef að þú til dæmis þarft að taka sko eða til dæmis vegna veikinda eða fötlunar þinnar þurfur að taka nám á einhverjum lengri tíma eða eitthvað slíkt skiluru að þá er það kannski ekki endilega í boði. Nei. Þannig að þá er fólk bara útiloka bara við þann akkillesarhæl sko. Það er svo sannlega mínu námi þá er það bara skyldumæting og einhver hluta vegna þú þarft að detta út í námi út af veikindum, kannski einu önni eða eitthvað. Þá er það ekki dörugt, þú komist aftur inn í námið. Svo er alls konar svona hliðar kannski svona vankantar þarna líka ef þú ert til dæmis á stúdentagörðum eða eitthvað svoleiðis. Að þá ertu komin í sko húsnæðisvandræði ef þú þarft að taka pásu í ákveðin tíma vegna þinna veikinda að þá er það bara að skúpa út úr húsnæðinu sko mjög hratt. Mjög hratt. Það er bara þannig sko. Þetta er svona ýmislegt. En það er líka svona áfram með þessi skólagjörn. Það er líka svona ríkir ákveðin forréttindablinda með þetta. Já, það gerir það, já. Það er svona, eins og það var að tala að hækka skólagjöld í Háskóli Íslands. Að því það væri svo rosalega lág. Já. En lág fyrir hvern?
Þau eru ekki lág fyrir öryrkja sem nú þegar er þetta stór biti. Þannig að þú veist, það þessi blinda. Þeir heldur í rauninni ekkit lág fyrir skilur, ok, þau eru lág ef við miðum við sko bara skólagjöld í Bandaríkjunum eða eitthvað staðar skilur í einhverjum engarskólum, reknum háskólum út víða veröld eða en þetta er, þú veist, þetta er vissulega, ég meina þú finnur alveg fyrir mér bara ung manneskja sem er bara í kannski sumarvinnu og er svo að byrja í háskólanum og þú veist, það er alveg nóg fyrir hann að borga 75.000 krónur skilur, svo er hann kannski að leigja og skilur eins og það, bara eins og allt er núna á Íslandi, húsalega og fæði og annað, bara svo svakalega dýrt að þá munar allt fyrir bara megin þorra fólks. Þannig að þó þetta sé langverst fyrir þá sem er að reyna að lifa á örorkulífeyri. En það er svona þegar ráðherrann er í skilur ekki þessa hlið, þá finnst hún þetta bara lítið mál að hækka bara og þetta er svona sem líka bara skekkja að það að ráðherri skuli ekki skilja hina hliðina sko, það er líka náttúrulega skekkja sko. Svo er alltaf verið, það er einhvern veginn allt sett í einhver svona viðmiðum samkeppni skiluru. Þannig að hvað eru aðrir skólar að rukka, hvað veistu hvað skólagjöldin í Háskólanum Reykjavík eru til dæmis? Já, það er bara eitthvað 300 stönnin eða eitthvað sko. Nákvæmlega. Þannig að þá er 75 bara rosa lítið og þá finnst þeim kannski bara, við erum ekki samkeppnishæf eða eitthvað skilur, það er oft verið að svo mikið verið að rugla með ríkis svona stofnanir. Að þær þurfa að vera rosa samkeppnishæfar líka og eins bara svona fyrirtæki sem að sveitafélögin reka eða eiga og við getum tekið bara strætó sem dæmi líka sko, af hverju má ekki vera fyrir í strætó og ná en tekjum einhvern veginn öðru sig og efla samgöngur og nýtingu samganguna og í rauninni stuðlað umhverfisvernd sem að kostar okkur örugglega þetta strætófargjald skilur en nei, það er alltaf verið að hækka í strætó og fólk sem sagt, á ekki mikið og lifir á litlu, það bara á mjög erfitt að taka strætó. Þetta er svona að spara aurin henda króninni sko, að því þetta er bara eini liðin sem horti til en ekki allt hitt sko. Og líka tölum við strætó, ég meina strætóinu heldur ekkit endilega vinnveitt fötluðu fólki. Þannig að ósérstaklega ekki, þú þarf kannski að labba kílómetr frá stoppustöð út að fara og alls konar svona hlutir sko. Þannig að þetta lítur það er svona samgöngukafli líka og varðandi þetta allt og varðandi bara að þetta er allt hluti sem maður þarf að laga núna. Nákvæmlega. En eins og ég segi, ég er mjög spennt fyrir þessum samning. Ég er samt ekki alveg viss allir séu það. Það er svona langar mig líka bara að spyrja. Ég meina, nú á að fara að leggja hann fyrir að félags- og húsnæðismálar á þeirra. Heldur við megum vænta þess að vera annar stað í þinginu? Nei, ég held ekki. Ég held að þessi samningur, hann er búin að vera í vinnslu núna. Það er svona nokkurn veginn svona þvert á alla flokka samkomulega þennan samning og síðasta ríkisstjórn var að vinna með þennan samning þannig að þetta er bara áframhaldandi vinna þannig að ég held að það er ekki nema miðflokkurinn fari að vera með einhverja stæla en það dugir held ég ekki til sko þannig að ég held að þetta verður alveg samþykkt. Já, vonaði að verið samþykkt en ég vonandi verður líka samþykkt án láta sko. Því að þetta er eitthvað bara svo þegar maður fyrir að hugsa þetta bara og búin að vera að lesa í gegnum þetta þá er þetta bara svo sjálfsagt, þetta er ekkert meiri réttindi en einhver annar hefur og fatla fólk á ekkert hafa minni réttindi en aðri sko. Og það verður bara að tryggja svona hópum sem að eiga í mikil hættu að lenda undir í samfélaginu. Það þarf náttúrulega að tryggja að réttindin þeir séu til staðar. Algjörlega. Það er ekki takt að segja bara
að þetta sé tryggt í lögum að því við vitum það er mismunun. Já, það er mismunun. Og alls konar ofbeldi og, og fordómar og annað. Þannig að það er svo gott að vera með svona plagg. Já, algjörlega. Já, og þetta sé bara komið inn í lög, sko. Já. Það sé hægt að vísa í þetta. Já, þetta er stjórnarskrá fatlað fólks. Já, tannilega. Það má eiginlega segja það. Svo er svolítið fróðlegt líka og það er til þess að tryggja það að þetta verði nú unnið, sko, og þetta sé ekki bara pappír en þetta sé líka praxis, að þá eru unnar svona skuggaskýrslur. Já. Og búið að vera núna alltaf á nokkrar fresti. Það er held ég aftur í ár núna sem á að vinna aðra skuggaskýrslu. Hvað áttu við með skuggaskýrslu? Þá er Öryrkjabandalagið til dæmis og svona þessir aðilar, óháðu aðilar fengnir til þess að fara yfir samningin. Já. Og punkta niður hvað hefur verið gert til þess að koma þessu til leiðar, og hvernig er verið að tryggja það að þetta sé hægt. Já. Eða hvað vantar upp á. Já, hvernig hefur þetta verið brotið? Það er spennandi að sjá svoleiðis og vinna í svoleiðis. Já. Og það er þetta er komið tími núna á aðra svona skuggaskýrslu, sko, í ár, svona, og svo er þetta sendt út til Sameinuðu þjóðanna og þá geta þeir sko slegið aðeins á puttana á Íslendingum ef þeir ekki smanta sig, sko. Og þá líka verið að veita aðhald, sko. Algjörlega, það verið að gera það. Já. Þetta er svona svolítið sniðugt. Þannig að, já. En tíminn okkar alveg að vera búinn. Já. En þetta er svo risastór samningur. Ég held þetta að hittast oftar og fara yfir hann. Já, það er alveg hægt að, sko, leggjast yfir hann, sko. Já. Skoða alls konar atriði. Og kynna þetta vel svo við vitum öll hvað við erum að ganga á, sko. Já, svo er líka hægt að sækja samningin líka á svona einföldu máli. Já. Og þetta er inn á vef Stjórnarráðsins. Það er hægt að skoða þetta. Og alþingisvefnum. Já, ég sá það líka í svona einföldu máli inn á Þroskahjálp. Já, einmitt. Örugglega inn á EBI líka. Já, einmitt það var tengill inn á EBI, inn á það, sko. Einmitt. Og inn á Sjálfsbjörg og alls konar. Þannig þetta er mjög gott aðgengi að þessu samning, sko. Það er það. Svo hefur hann líka svona verið, hann hefur líka verið svona tekin og settur í myndmál og eitthvað slíkt, sko. Já. Þannig að, þetta er bara gott mál og verður gaman að sjá þetta verða endanlega fullgilt. Þetta er verkefni að fara yfir, sko. Nei, endarlega segi ég innleitt. Já, þetta er verkefni að fara yfir. Já, bara, já. Svo er hún Alma, formar Öryrkjabandalagsins, hún er alger sérfræðingur í samningnum, sko. Hún er lögfræðingur og hún var alltaf svona, og er sú manneskja innan EBI sem hefur haft hvað mest þekking á samningnum. Já. Þannig að ég kannski fáum hana bara. Já, ég held að það væri bara mjög fínt að fá Alma í heimsókn, sko. Já, að ég held við þurfum að kynna þetta vel og svo fólk bara viti hvað þetta innihaldi og já, ég held það, sko. En bara takk hérlega fyrir komuna, María. Já, takk fyrir að bjóða mér.